Komið þið sæl, ég heiti Eyvindur og í þessu myndbandi ætla ég aðeins að sýna ykkur umsýslu liða á allirlesa.is í liðakeppninni. Ég byrja á því að fara inn á minn aðgang, ég er búinn að skrá mig inn, ég fer bara hér og smetla á skrá lestu til að komast inn á mína síður. Og hér er ég komin inn á mig og nú þarf ég að fara hérna inn í hnappinn þar sem stendur lið. Og nú ég er ekki í neinu liði og er ekki búinn að stofna neitt lið, þannig að þetta er bara allt tómt hérna. Og fyrst er það hvernig maður gengur í lið. Það er bara þessi hnappur hér, ganga í hóp eða lið. Og ég ætla að fletta upp liði sem heitir Commodore Caligaris, sem er í opnafloknum er hópur hryllingsmynda aðdáenda. Og ég smetla á það og vel að ganga í lið. Og þetta er ekki flóknara, nú er ég komin hérna og get farið hér í skoða og þar sé ég svona þessar grunnupplýsingar, hverjir er í liðinu og eitthvað eftir því. Og þar með er allir minn lestur skráðurinn í þetta lið. Og nú ég má vera í fleiri, þetta er í opnum floknum, ég má vera í fleiri liðum, ég má vera í einu liði í hverjum flokki. Þannig að nú segjum svo að mér langar til að stofna lið, þá smelli ég hérna á stofna og ég get valið þetta lið hérna og það er bara vinnustaðurinn minn. Þetta er vinnustaðaflokkur og ég skrifa nú bara hérna pröfa og þá þarf ég bara að stofna og þá er ég búinn að stofna þetta lið og það eina sem ég þarf síðan að gera er að láta, nú er ég liðstjóri í þessu liði sjálfkrafa því ég stofnaði það og þannig að það sem ég þarf að gera er að senda öllum sem ég vil að koma í mitt lið þessar upplýsingar, það er að segja að þetta heiti vinnustæðurinn minn og að lýsingin sé pröfa og þá getur fólk fundið þetta eins og ég fann Commodore Caligaris áðan til að skrá sig í það og allt annað gerist bara sjálfkrafa, lesturinn telst, og ef ég er í báðum þessum liðum þá gildir lesturinn minn í báðum liðum. Nú hérna get ég valið umsýsla til að stjórna eins og í samband við liðið. Ég get hérna breytt nafninu og þessu öllu saman og breytt lýsingunni og ég vil skrifa hérna þetta er pröfa, ég vist að það er upplýsingar og þá búið að vista liðið. Hérna sé ég liðsmennin í liðinu og ég er einn hérna í liðinu enn sem komið er, en eins og ég sagði þá get ég búið fólki að vera með því að senda boð eða þá ég get valið að skrá nýjan liðsmann og get bara skráðan hérna og þá bæði til dæmis ef ég ætla að skrá börnin mín, ef þetta væri fjölskyldu lið, þá myndi ég bara skrifa hérna nafn og kennitölu og kyn og póstnúmer og segja ég myndi sjálfur skrá lestur fyrir þennan liðsmann. Ef ég vil skrá vinn minn í liðið eða eitthvað svo leiðis, þá get ég valið hér að gefa þessu liðsmanni sitt eigið notendanafn og lykilorð og skráð hérna og netfangið hjá viðkomandi og þá fær hann sent lykilorð sjálfkrafa. Þannig að það er kannski ágætt að gera þetta fyrir fólk sem er ekki búið að skrá sig ennþá eða vill ekki skrá sig sjálft eða eitthvað svoleiðis. En náttúrulega sumir vilja kannski skrá sig með Facebook, þannig að það var kannski ágætt að láta viðkomandi bara skrá sig og senda nafnið á liðinu svo hann getur skráð sig sjálfur. Ef ég er liðstjóri þá get ég skoða lesturinn hjá liðsmanninu mínum, séð hvernig allir í liðinu er að standa sig, hérna sé ég það sem ég er búinn að lesa sjálfur og þetta get ég séð hjá öllum og þannig að þá get ég peppað þá upp sem er ekki að standa sig. Þetta er svona það helsta liðin, ég vona að þetta hafi verið gagnlegt og gangi ykkur vel að lesa. Takk fyrir.